það sko frammistaða kvöldsins, ertu sáttur? Nei, ég eiginlega langt frá því að vera sáttur. Ég get ekki sagt það, en ég sáttur við 2 stig og Valur með hörkulið. Við erum búin að sýna það í leik á móti KR og Tindastól sem áttu miklu vandræði með og við áttum ennþá meira vandræði með það í kvöld. Þeir eru bara ótrúlega góðir og þéttir, duglegir og við þurfum að fara aðeins yfir okkar mál eins og fyrir bikarleikinn á mánudaginn því að ef við sýnum svona frammistöðu þar þá eigum við ekkert von á góðu og við áttum ekkert von á góðu eftir þessar fyrstu 20 mínútur. En við aðeins skiptum í gír og breytum aðeins nokkrum áherslum og það skópir einhverju sigurinn en á Martin spila inn í þessu úrslitin í kvöld. Þú segir Valsmenn hörkulið. Það var samt eins og Njarðvíkurliðar hafi ekki búist við þessu. Nei, ég... Loðaði eitthvað vannmatt við eða hvað var? Sko, málið bara það að alltaf þeir eru nýlegar í deild þá þetta alltaf erfiður leikur og maður veit það og ég er bara búinn að búast strákunum undir alla vikuna þetta verður erfiður leikur og samt sem áður komið með þessu hugafæri að þetta eigi að vera eitthvað svona bara að lappa í garðum sko og við gerðum bara sekund við það og við vorum ekki alveg tilbúinir í þessi átök. Við ætlum að setja standardinn og þeir setja standardinn og bara því sem fór þessar fyrstu 30 mínútur sko en síðustu 10 voru við nokkuð þéttir og náðum sem betur fyrir að klára það. Hvað segir þú strákarnir þínir fyrir þetta? Ég ætla ekki að hrósa með háskert sko en ég ætla að hrósa fyrir hvernig börðum sér gegnum þetta. Við lendum miklu mótlæti, við lendum á mjög góðu liði en við verðum að spila alla 40 mínúturnar og það þýðir ekki bara að þykjast vera góðir í nokkrar mínútur og vera ánægður svo með það sigur. Við þurfum að skoða þennan sigurleik og sjá bara hvað við getum gert miklu betur. Takk fyrir þetta.